Já, sælur, velkomin á poddið, ok? On camera! Herru, ég tók hérna viðtal við Dagný Höllum sem hún var formaður Pírata back in the day fyrir hana ungmannafélagi. Hún fór til Kína, lærði skóla þar, hún í Slóvakíu að læra skóla. Smart cookie, og bara mjög skemmtilegt að tala við hana. Minna alla á að checka á hérna Freyki Snappar á Snapchat, Poddið Podcast á Instagram og Dagný Halla með 2A á endanum á Instagram. Ef viljið fylgjast með henni, hún að koma með hérna svona nýjan þátt, ég ætla ekki að tala mikið það, ég ætla ekki að spoila, hún talar það eftir. Þannig að without further ado. Hi, þetta Poddið með Freyka. Welcome. Þannig að ekki að byrja bara, hvað státtu gömul þegar fórstu hérna Kína? Það ekki byrjun FS eða eitthvað, 16, 17? Ég var 18. Shit. Þegar ég fór til Kína. Bara young baby, Baby Dagný. Já. Og það var bara, ég ætlaði alltaf eitthvað, ég skipti nám til Japan þegar ég var 17 og svo eitthvað. Shit. Ég veit ekki. Japan líka? Nei, ég ætlaði síðan var ég eitthvað, bel á það og síðan þegar ég einhvern veginn átt að vera að fara þá var ég eitthvað svona, mér langaði svona svo mikið og þá ákveði ég bara sækjum aftur til Japan og þeir sögðu, það er ekkert laust í Japan, en við getum boðið þér að fara til Kína á fullum skólastyrk og þau skiptin á mig dýrt, það er alveg 2 milljónir og fæst allt það bara að borga fyrir þeim? Já, eiginlega, ég þurfti að borga 200.000 fyrir skráningagjald og ég fór bara til Kína og það var ógeðslega as you do spes, já, holy shit, ég var svona að hugsa tilbaka, ég bara fór til Kína, hvað er það? Mér varst alltaf gaman að horfa snöppina því þetta er allt annan kultúr heldur hérna á Íslandi og já. Þú veist alltaf að flytja til annan land, Kína, ekki með fjölskyldunni, ekki með vinninum. Já. Var það ekki, hvernig var að stíga flugvélina og vera bara, I'm out of here, þú veist? Shit, það var svo gaman, ég var bara gett peppuð og ég fór bara, þú veist, það er engin bein flug til Kína og það er náttúrulega Rússland með loka lofthelgi. Okay. Þannig þú þarft að fara til London, þaðan til Malasíu og síðan þaðan til Shanghai. Það fara svona fram hjá Rússlandi. Já. Og þetta voru alveg, já, andjóks, svo mikið pain in the ass, þú veist, að því það er alltaf verið að hugsa beinflug núna yfir Norðurpólinn til Íslands, það er ótrúlega mikið kynverja sem vilja koma til Íslands, já. En Rússar eru bara not a chance. Damn, man, já, þannig, þetta er ógeðslega dýrt, margir sem fara líka til Finnlands en það var ekki hægt þá, þannig, anyway, við fórum bara þarna, vorum í einhverja 36 tíma að fljúga straight. Jesus Christ. 5 tímar hafa ég komið bara mýgrinni og það var einhver flugdólgur fyrir framan okkur í 12 tíma fluginu til Malasíu og við vorum bara, þú lítur að djóka. Hvað var hann að gera? Hann var bara að geta öskra á vinkona mína og hann var svona skoti. Hann var bara eitthvað gett pirraður því hún var að setja vassflöskuna sinna í hólfið. Svona get petty shit. Og síðan bara lagði hann sætið sitt á hana og var þannig allt flugið. Classy move, Já, í 12 tíma og við vorum bara, shit. að díla með þetta bara. Hún gæti ekki hægt að sjónvarpið neitt, hún var bara, okay, this is great. Og svo var ég einhvern veginn bara ekki að fatta, ég væri komin til Kína og við fórum hana í Shanghai, vorum í 3 daga og svona aðlögun á námskeiði. Ég aðlagaðist ekki neitt hana. Voru það að kenna bara eitthvað smá Kína og svona? Já, þetta var bara svona, þú veist, þið að fara að vera hérna og svona reglunar og það var mjög mikið að fárunlega reglur, náttúrulega Kína er frekar stramt, það var bara, þú veist, ekki kissa neitt, ekki sofa í neinum, ekki fara á nein raftæki eða vespur eða neitt. Ó, ég má nota netið þannig. Nei, internetdæmi. Fólk nota alltaf NordVPN og eitthvað svona drasl. Já, VPN er ólöglegt í Kína út af því að það er náttúrulega the great firewall. Já. En það voru samt allir að nota VPN. Ég þorði því náttúrulega ekki fyrst en það sem var í lesa eitthvað þetta og eiginlega kínverjar eiga helst ekki nota þetta en þeir sem eiga fjölskyldu í útlöndum mega það. Þeir eru bara svona þetta að vera sama. Horfa fram með kannski. Shit, ég væri skítrættur líka að prófa það og svo var alveg já og það var alveg ekkert Facebook og þeir eru með sín eigin útgáfus öllu. Já, það er svona prófaðu eitthvað þeim uppum með það? Já, það er alltaf confusing það er Facebook, það er svona QQ heitir þetta og það er svona lítið svona Club Penguin mörgæs og það er bara svona það sem allir deila öllu og svo ertu með svona eitt app sem er WeChat og það er svona eins og WhatsApp og Snapchat og Aur og er það ekki WeChat, þú veist, WeTelon? Nei, WeChat, það er bara svona app, skilur. Bara með all things, bara. Já. Sæll. Og það er ándjóks, ég elska WeChat. Er ekki samt eitthvað thing, þú veist, að fólk segir að
ríkisstjórnin í Kína geta séð skilabóða svona gegn Jú, og þeir eru að hlusta líka í síman Já. Þannig, þegar ég er að tala kínversku ríkisstjórnina þá tala ég aldrei á ensku Nei. Ég er ennþá með þetta app í símanum Ég var svona, til að tala við fjölskyldunum minna úti Já. Og hérna hostpabbi minn lent oft í því að það var einhverju gæri að ringi hann alltaf og bjóða hann að kaupa bíl og hús og eitthvað það var út af því að það er bara að vera njúsnum þú veist, hvað hann er ríkur í gegnum síman Í maður Já, Við erum náttúrulega Íslandi alltaf lítið þjóð Já. Við viljum allt private og svona einmitt Shit, þetta er bara vanið hana Já, og það var svona allt öðruvísi dæmi og sko ég var hjá vel efnuðu fólki út af það er svona mjög mikið status að geta tekið skiptinema Já. og ef þú tekur skiptinema þá getur þú sett barnið þitt á svona forgangslista að fara í skiptinám Þeir að nota þig bara nota barnið Já, Það er eða svona Þau áttu auka herbyggja og þau voru alveg ok, við vorum alveg til í að senda strákin okkar einhvern tímann í framtíðinni Nice. Það Það var er alltaf ógeðslega bara gaman. solid plan Þú fær eitthvað úr í Já. Það er alveg geðið þú fækst styrk fyrir það sko bara Já. festa hann Og varstu í einu önn eða lengur? Já, ég var bara einu önn sko og þetta var svona spes program sem þetta Peace program og þá ætti ég að fara út og gera svona kynningu eitthvað mannréttinda dæmi og síðan fórum við til Malasíu í eitthvað svona loka camp í eina viku þannig að við fengum meira svona 2 in 1 Já Fórst ekki, þú veist, varstu alltaf í skólanum allan dag Hvernig var svona rútínan? Já, þetta var, sko, ég bjóst ekki við því hvað kínverjar varu miklu námsmenn en þetta var bara, þú veist, þú mættir klukkan 7 í skólan, þá var self-study í klukkutíma og síðan þá byrjaði fyrsti tíminn og svo varstu bara í tíma fram á hádeginu Já. og síðan var hádegismatur og þá fórst aftur í skólan og varst í skólan til 4 og svo bara self-study frá 4 til 8 á kvöldin Já, Ertu bara læst inn í herbyggið eitthvað svoleiðis? Bara... já, eiginlega þau eru bara inn í skólastofunni nema við skiptinemennir fengum að fara heim skilur, við vorum ekkert að læra fyrir þessu A-levels Já og svo var bara alltaf að rútan eitthvað á mótnana og vorum föst í traffíkin í Kína og sko, ég veit ekki hvort þau far sé svona Þú veist, ég veit ekki með miklu stærri highways og svona og jú, og það er bara svona eiginlega engar umferðreglur þau eru að sé svona myndir það sem eru bara vespur út um allt Já, ég fór í Amsterdam það svipað það allir bara góða nuts Oh my god og svo bara einn daginn bíluði sko hérna umferðljósin á svona junction krossgötum og það bara keyrði allir á sama tíma og það var bara allir fastir og allir að bípa og við vorum bara oh my god hvað er að gerast Shit maður, Dagný þú ert bara í Kína er einhver að vera að keyra með who knows Já, og hérna ensku kennarinn minn hann lenti einu svona í því að það keyrði einhver gæi á vespu á hann og hann þurfti að borga tryggingarnar á vespunni Já, það var ekki slæði byrjandi What? Og enna, þú veist að ég man þegar komst tilbaka þá náttúrulega komst ég FS ekki Jú. og hvað var svona, fækstu bara einingar frá að vera í Kína Já, sko, ég þekki ægi áfengastjórun svolítið vel við fórum hérna til Ríga í eitthvað svona MEP sem er svona skólapólitíkusa Fór ekki vilja með þér? Jú, það kynntist ég að vilja það var mjög gaman og hérna ægir var sætt að sjá þetta og hann fór sem umsjónamaður Íslands eitthvað og þannig þekki ég svona ægi við fórum að borða það og bara gegn gaman og bonding fyrir okkur krakkana og hann nice. Making connections og síðan kom ég heim frá Kína og hann eitthvað, já, hvað áfengum varstu og ég eitthvað, já, ég var svona í chemistry bara skráða það ég var í kýmversku bara ég ekki taka bara 3 kýmversku áfanga búm, búm, búm Jesus man All right. Þú ert expose þessu kerfi Nei, ég er ekki expose neitt ég let skólastjórinn í Kína skrifa undir, hún var í þessu og þessum áfengum Já, þannig að þetta var alltaf legit ég var með skjöl og allt sko Og hvernig var þú veist svo komum við tilbaka og fórst í FS var það þá sem þú varst ekki formaður í Pírötum ungmannaráðinu í Pírötum Jú ég er búin að vera í öllu sko það var held ég áðurinn ég fótt í Kína og svo hætti ég eiginlega að vera í Pírötum þegar ég fótt í Kína, þú veist, ekki út af því að ég hata Píröta heldur bara, ég hef ekki tíma til að sinna þessu Varst þetta ekki samt áhugavert að vera í svona pólitík svona ungur svona og læra fullt þetta Jú, og það er bara svona Ég líka, þú veist, ég sá á þig þegar ég var að taka myndbönd að þig svona, þú veist, you like that stuff sko, þú veist, það var gott að sjá því í þessu og að segja dótur fram fólk og svona Já, mér veist sko, ég var ókslega feimin krakki og síðan hvað gerðist þegar ég var úlingur? Oh my god, ég var alltaf að rífa kjaft, bara alls þar bara á Facebook
og svo alltaf að skrifa svona greinar og stjórnum brjálaður úlingin og mikið social media já, alltaf mikið í gangi og svo held ég bara að pólitíkin hafi ókslega mikið hjálpað mér þú veist, þegar ég var í Slóvakíu þá var eitthvað svona að velja class representative og ég var svona ég gerir það class president já, ég yfir ykkur class president en ég alltaf að segja sko, það alltaf allir á djammin eitthvað my president og ég ekki að segja ég elski aðteglina en hún pínu góð en maður var að elska smá sko en samt ég alveg svona þú veist forsetin lýðræðislega kjörið embætti ég bauð mig fram þannig ég var ekkert kosin þannig tengla segir ég þú varst ekki diktator þú varst diktator já. þú tókst yfir sko þannig ég bara ákvaði ég myndi vera stjórinn I want that þannig ég svona supreme leader segðu kannski frá Slóvakíu þú var aftur núna föstudaginn bara þessum og hvernig byrjaður og hvernig var það svona það var það ekki aðeins léttara heldur en að fara til Kína jú, sko ég náttúrulega ætlaði að vera læknisfræði prófa að taka þetta íslenska próf sem náttúrulega bara bæði var í bull að því ég náði ekki, djók þetta var bara ógeðslega skrítið burn down the system já, og það var eitthvað ein spurningin í læknaprófunu var hver fjölmennasta fuglategundin á Íslandi ég var bara yes, this is a medical school og svo var eitthvað hvað liturinn á barbamömmu í barbapappabókinni og maður bara svona what the fuck og þetta er svona almenni hlutir og það er svona margir hlutir svona líffræði hluti, efnafræði hluti, eðlisfræði og ef þú fær kannski þú veist 9 í öllu þessu og sem fyrir 5 í almenna hlutunum so sorry wow maður, það er svona skriðið kerfið en ég tók þetta íslenska próf og ég var alveg pínuhátt en ég náði ekki inn sko það var fyrst eiginlega engin nær inn í fyrstu tilraun og ég eitthvað svona var bara shit, ég nenni ekki að læri heilt ári viðbót já, til að taka þetta saman prófið já, og þá prófið að taka slóvakíska prófið sem var bara líffræði og efnafræði gera bara netinu þá? Ja. Nei, þeir komu sko, þeir senda alltaf fólk til þess að taka prófið í Íslandi eða svona, já, setja það og síðan skráði ég mig það og þá var bara frítt að taka það en þú veist, þessu íslenska prófuna var það borga 20.000 bara til að taka prófið wow. Þetta er win-win í öllum greinum sko já, og svo tók ég slóvakíska prófið og náði og ég bara, ok, er ég að fara að flytja til Slóvakíu það er náttúrulega dýrar að ná mig úti það kostar alveg Íslandi en það er svona ódýrara og ég var svona, you know what, ég bara nenni ekki að býða ég tek bara námslán og borga það setna og svo er bara, Slóvakíu, það er bara geggja shit. Og náttúrulega ég fekk enga heimþrá jú, ég fekk heimþrá en ekki af mikið þegar ég var í Kína ég svona lærið að díla við það og þetta var mikið styttra kom fólkdurinn ekki stundum yfir helgi eða eitthvað til þín? Nei, ekki yfir helgi, sko, þau komu og hjálpuðu mér að flytja og síðan kom papp og afi einu sinni og það var eitthvað svaka út það var einmitt þegar COVID var að byrja og þá komu þeir og voru síðan að fara til Budapest aftur því pappi var þá í námi í Budapest. Þeir voru að fara þegar ég og Arnar lendu sko. Já. Vika var að loka Pólandi sko. Já. Það var bara right there, já, ég man eftir. Og þeir síðan fóru yfir landamærin hjá Budapest og síðan fekk ég bara ding í síma minn eitthvað heiða búið að loka landamærinu í Budapest og ég bara, þið komnir yfir? Og þau eru eitthvað, já, okkur. Og það var bara herinn búin að loka öllu og ég bara, hvað er að gerast í heiminum? Af hverju verið að loka landamærunum? Setna þurfti ég að hlaupa yfir þessu landamæri eitthvað awkward. Náðu þið að komast tilbaka eða þú veist? Já. Nei, þeir eru það í Budapest. Nei, þeir komast aldrei heim. Nei, við viljum ekki fá heim. Stay. Já, be careful out there. En þannig að fækst ekki alveg, þú varst í Slóvakíu, fannst þér ekki, þú veist, þú voru að læra meira, þú veist, þetta er miklu betra nám. Já, ég sko, það er sko náttúrulega pínu fordómar í Íslandi gagnvart Slóvakíu, fólk er bara svona Slóvakíu og þetta er einhver góður spítala þar og ég er svona, maður verður að segja þegar ég fór út þá var ég líka með svona innbyggð og fordóma gagnvart Slóvakíu og þetta getur ekki verið jafn gott á Íslandi fyrst að komast svona margir inn og síðan var ég svona á mig og það er bara svona mér finnst það ótrúlega gott og ég læri rosa margt og ógeðslega mikið verklægt líka sem við fáum að gera. Já, það er alltaf skemmt það skiptir máli. Þægilega að læra þannig líka. Já. Maður hefur meira áhuga á svona. Varstu með íbúð þar eða ertu hjá einhverjum? Sko ég er með íbúð og ég var fyrst í svona íbúðblokk sem að flestir Íslendingar leigi og það var bara algjört drasl, þeir líta ógeðslega vel út á myndinni og ég borgaði sko 80.000 í mánuði
og ég bara, oh my god, þetta geggjað og það var svona ný innrétt og þetta var svona nýbyggt og sem kom ég hana og þetta var bókstaflega búið til og pappír og ég bara heyrði í þeir sem var í næstu íbúð og ég bara heyrði allt og heyrði þegar hérna útidyra heyrði niðri lokaðist og ég var sko 5. hæð og ég bara, þetta umulegt 80 skall maður og svolítið með sko. Já, og síðan fann ég einhverja íbúð sem kostaði sko miklu ódýrara, hún var samt stærri og hún var niður í miðbæ í svona steinhúsi og ég bara eitthvað leigði það og býð þar núna í 70 og eitthvað fermetrum borga sko það svona 3-falt stærri en ég býði núna sko, já. Það næs það alveg 4 herbyggi og eitthvað reyndar eina svona sem er galli við þessi íbúð að það ekki innstungan í eldhúsi þannig ég þarf að hafa ískapinn inn í búri í búri? Já, eða þú veist, það svona spes herbyggi fyrir aftan baðherbyggið það sem ég geymi matinn minn Það er alltaf að lappa á myndlinu Ándjóks Og hvernig samt að lifa í Slóvakíu? Þú veist, þú ertu búin að hvenær byrjaðar aftur? Ég byrjaði sko 2019 og já, er núna klár annað árið og þetta svona sko með lýsa og verðst nýbyrjuð sko. Já, tíminn maður sko, veðrið er mjög gott það er eiginlega að því við búum svona og svona fjall á dal það var eiginlega aldrei vindur Jesus maður, make me jealous sko. og alltaf þegar rignir bara svona beint niður og það er alveg mjög hlýtt á sumrin en það er svolítið mikið að geitungum geitungar er kósí maður bara rigningin fyrir niður það er eitthvað svona þegar maður fer út og það er bara allt Andjóks og býst við að fá það bara allt í andliti það er svo leiðilegt með rók mann verður líka bara svo kalt alltaf, þú veist, eins og allir Íslendingar vita maður, þú veist, við fáum 16 daga af engin undir það er mjög næs það er svo kósí og maður bara svona vaknar eitthvað, opna gluggan á mótnana og það er bara eins og Disney mynd og það er bara fuglarnir að syngja og wow. Fugl sem fer á gluggan og drifir sig Já og svo þegar Villi var hann sko. Fór hann út með þér? Hann kom til að hjálpa mér að flytja úr drasslíbúðinni í nýjubúðina Já, ok og þetta þá í hvað, fyrra eða eitthvað það var bara, oh my god, ég veit ekki eins og hvað mánuður er núna sko. COVID það var COVID, fyrsti helmingur já, það var í ágúst já. Og þá hérna kom sko örugglega drottning eða eitthvað inn í íbúðina bara svona stór fucking geitungur þegar við vorum að horfa á sjónvarpið og við bara hlupum og læstum hurðinni og ég var með svona spray og vilja eitthvað læstu báðum megin það eru sko hurðar á öllum herbyggjunum þannig þú getur hlaupið í kringum íbúðina ég get ekki útskýrt það að taka zombies mappina já og svo bara læstu okkur inn í herbyggi og hann opnaði hurðina og sprayjaði og svo lokuðum við og fórum inn í eldhús og lokuðum þar og vorum að bíða eftir að flugan myndi koma og svo eftir við sprayjum flugneitri þá drapst hún ekkert hún bara var reið og það var ógeð hún var að drepa þetta voru boss fight og hún náttúrulega föt út allt og sko drasl ég var að flytja ég bara, oh my god hvernig endaði það? Tók hún yfir? Er hún ennþá í fyrir? Enda á því að við sprayjum þannig að hún datt svona á gólfið og svo var hann bara svona já og við þarfum ekki að taka hana ég var bara hún er að fara að byrja að fljúa sko eftir ég var bara hún er að fara að drepa okkur setja sófan yfir hana já setja tíma vandamál þetta er future tiny vandamál sko sófinnar já svo skiptum sófa og vorum næst í skilin þetta var ræðilegt skilin? eða þú veist hætt saman já það er náttúrulega ekki lyfta þetta er bara svona gamalt hús þetta er náttúrulega classic Friends hann er fastur í hotninu og fyrst vorum við með svona ljótan sófa og máttum ekki taka hann í sundur ég spurði leigusala minn heimi við þú veist sker hann á sófa í sundur og hendur hann út á gluggan hann ekki, nei ekki gera það sker hann í sundur hann sagði setja hann í kjallara og ég bara er ekki að djóka þannig að við þurftum að fucking taka hann út nú eru þau verkamenn sko já og það er náttúrulega svona málmhandrið og hann var alltaf að skellast í það og allir nágrannir mínu voru svona opna hurðina og kíkja svona, hvað gerast og þá sést náða hann niður og þá þurfti að ná hinum sófanum upp það var 2-3 tímar það var svo leiðilegt ég bara, oh my god hvað er svona skemmtilega sem gerist við hérna í Slóvakíu? Ertu með vini hann úti núna? Nei, ég á enga vini og allir hata mig allir hata þig? Nei, ég á vini sko það er ógeðslega gaman að fara á djammið í Slóvakíu náttúrulega hvernig er djammið í Slóvakíu? það er ándjóks geggjað það er geggjað og það er sko
Það einn klúbbur sem heitir Legends Okay. sem allir fara á og svo eru aðri svona minni klúbbur þar sem þú fer svona í fordrykk og þú getur fara á svona shisha house Shisha house það svona arabíska pípur Já, hvað heitir þetta? Ég man ekki það heitir eitthvað annað á íslensku nei, Íslandingar kallar þetta ekki shisha þeir kallar þetta Já, eitthvað Þú veist, bong en ekki gras já bara svona tóbak með ávaxtabræði og það margir sem fara þangað og fá sér smók og drykk og þú veist, koktellin að kosta svona 4 eurur og ég vanalega kaupa mér bara vínflösku út í sjoppu sem kostar svona 2 eurur og þú mátt alveg taka með þér vínflösku inn á barinn Þar þú getur bara Vá, hvað það er þægilegt maður getur bara komið kippið eða eitthvað já og það hefur enginn allan sagt neitt við mig sko. Hvernig svona shisha bara, þú veist, ég fara á svona Tenerife, þú veist, eitthvað setst niður en what's the point, skilur? Er þetta gott bragð? Þetta geggjað. Þetta er svona vanalega, þá leiðum við bara svona 1 á 15 eurur og deilum kostnaðinu, vorum kannski 6 með þetta. Já. Og þá erum við bara, sitjum á borði og pöntum okkur öll drykki og svo erum við öll með svona 1 munnstykki en við vorum ekkert að pæla í þú veist, pre-covid og við vorum bara að deila who cares? Og það var bara svona, fer þetta á milli og einn tekur smók og sem bara svona rétti með pípunni í kring og það er ógeðslega kósí og getur pantað svona eitthvað melónu og jarðarberja og mentor. Þetta er ekki líka bara kósí í stað fyrir að fara og hafa ógeðslega háa tónlist að dansa, það er bara svona chill og... Jú, þetta er nefnilega svona chill, þetta er svona spánar, þú veist, vibes. Þetta er svona, þú veist, þú getur spjallað hana ef þú ert ekki með íbúð til að gera það, skilur. Já, einmitt. Og eiginlega ekki oft sem að þú serði eitthvað svona house party, það fara allir bara neyri bæ strax. Það var ódýrt og þú veist, líka bara gott veður og bara sitja úti í 20 gráðum og... Men ég virkilega vonast að ég næja að fá sprautuna og fara út í sumar sko. Oh my god, já, Þarf þú að taka, já þú ert að taka hana á 5. eða ekki? En að sprautuna? Nei, ég fæ ekki þetta, þú veist, ég er grunlega ekki nógu mikilvæg. Nei, bara... Ég náttúrulega var ekki að vinna upp á spítala, það var hafnað mér út að ég var ekki nógu gömul. Sem pínu skriði. Þarf það að vera ekki 25 eða eitthvað svoleiðis? Þú þarft að vera 20 og ég var ekki orðin nógu gömul. Já, rétt svona 20 bara. Sko, aldursfordómar alltaf en ég vonandi geti fengið sprautina fyrir Slóvakíu, ég ætla að tjekka af því ég veit að þeir eru að gefa læknanemum þar úti. Alltaf mikið sens ef þú ert að læra þetta. Já. Vilja halda það safe, sko. Já. Og hvað, er það að gera rosalega mikið að svona skerfroska og eitthvað svona skemmtilegt eða? Fólk bara. Fólk, já, divers alveg bara. Yes. Þannig að hefur lent í að, þú veist, já, það er bara full body með andlit og svona. Já. Shit, hvernig er það? Það er ógeðslega spes, fyrsta skipt sem það gerðist við fórum bara og það var svona kynning, það var alveg krakkar, nú er bara að kryfja alveg fólk og þú veist, þau eru dáin og þeir eru ekki lengur lifandi no zombies það er bara, they're dead Já. Og það var svona bara verið undirbúin, kannski líður ykkur illa og þá þurfið þið bara að stíga kannski út en við ætlum bara að biðja ykkur að ekki taka myndir og maður bara svona Respekt. Ok, alveg skrítið þurfa að taka það fram en alltaf leið og alveg bara, já, byrjum virðingu fyrir þessu og let's go Let's get it og svo fóru þannig og það var bara svona hvít lög náttúrulega yfir og fóru svona í kjallar og pínum kalt og þú kemur bara inn það bara svona spritlykt og bara svona, wow og þá semst þeir eru búin að liggja onni í því sem heitir formalín eða formaldehyde Já, það er búið að setja inn í æðarnar þeirra og þá eru þau basically svona bara preserved eins og þau eru dói og við getum svona rannsakað hvernig æðarnar og líffærin lít út. Þannig að það er þetta ekki sama að gera þegar þú ert að setja í kistu? Jú. Þannig að þú getur séð alla æðarna með einhverju svona formaldehyde í því? Sko, manneskjan er orðin pínu gul eiginlega þegar hún er í þessu en það sem við gerum svo þegar við tökum svona skurðhníf og erum bara svona að kryfja allt og því það er alltaf öðruvísi að sjá þetta svona í bók þú veist, hérna er allar æðarnar og... Já, svo ertu bara með mannskeiðina með hendina og... Því það sko er ekki alltaf alveg eins allir innan og þá getum við séð svona, vanalega ætti að vera 2 æðar hérna en það eru 3 Já, Það vantar þennan vöðva í þessa mannesku það geti gæst Pínu spes eins og þessi ef þú gerir svona og þú ert með línu hérna gerð svona þú ert sem sagt, ég með einn vöðva sem þú ert ekki með sem er palmaris Já, maður er tænir
það er eitthvað svona 10% fólki það sem þessi vöðvi vantar. Og hvað varst að skera upp og svona, varst að leita af eitthvað líffæri eða eitthvað svona? Sko fyrst vorum við vorum að taka hendina og skoðum hérna öxlinu upp og vorum að leita að því sem heitir brachial plexus, það er svona fullt æðum sem fara hérna ún í hendina og það var pínu erfitt að finna það náttúrulega, þú veist, að í bókinni eru, þú veist, æðarnar allar rauðar og bláar. Já, allt perfect. Já, og í alvörinni þá er þetta bara allt gult. Já, var það bara gult? Já. Ok. Pínu skrítið og maður svona, náttúrulega þegar maður er í aðgerð þá er þetta allt rautt. Varst einhvern martarar eftir að eitthvað andlutans eitthvað? Nei, en samt pínu skrítið, ég veit ekki okkur ég var að búast við þessu, en þeir voru öll með andlit og kynfæri og ég var svona, auðvitað er fólk með andlit og kynfæri, en maður var samt ekki pæl í því. Ég er alveg saman, ég ímynda mér fyrst að þetta myndi bara vera maginn eða eitthvað, skilur, var ekki að taka eitthvað út. En þannig eru kennslubökunar, það er bara þessi hluti sem maður að læra. Og einn stelpa sem var hérna í krufningu, hún er eitthvað svona æpti svona yfir sig og það var svona pínu awkward silence og kennarinn eitthvað, já, ef ykkur líður illa þá bara fyrir að fara út. Og þá er ekki allir sem geta séð dáið fólk. Já, það er ekki leiðilegt að taka þetta nám og svo kannski gerir þetta strax eða tók þetta svona smá tíma ára að fara að kryfja? Sko fyrst fyrir við bara náttúrulega að læra öll beinin og síðan þurfum við að læra alla vöðvana og þá byrjuðum við fyrir þetta skemmtilega. Það er svona bein, vöðvar, æðakerfið og síðan líffærin og síðan heilin. Sæll. En við mistum að heilakryfningu út af COVID en oh my god. Er það að fara að gera það á þessa runni eða? Nei, ég er búin með Anatomy Forever. Það er eitthvað svona sem ég væri svo til að sjá bara, þú veist, þannig að eitthvað opna fyrir heila, sko. Séð alltaf í bíómyndum, ég langar að sjá hvernig það er í alvörunni. Oh my god, ég hef samt séð, sko, því þegar við vorum að kryfja hérna, vöðvana, þá voru eldri bekkurinn að taka heilan og ég var svona, oh my god, cool. Yeah, they're the cool kids with the brain. Já, oh my god. Er þetta ekki alltaf bara svona chase að næsta cool verkefni? Jú. Og maður er alltaf svona, oh my god, hvað eldri krakkarnir er að gera skemmtilegt og svo þegar maður er eldri krakkarnir þá maður svona this sucks, nú er það að djama. Já, alveg, oh my god, hvað er þau að gera? Þess að grunnskóla sér krakkarna að fara í starffræði 300, wow, ekki gaman eitthvað. Þannig, ertu ekki alveg að fíla þetta nám? Svona meira nú kannski helst þegar fórst út til slóki? Jú, ég er alveg hissa hvað þetta var skemmtilegt, allir voru búin að segja, þú veist, fyrstu 2 árin eru ömuleg, þú veist, bara að læra grunnvísindi en það er samt alveg hægt að tengja þetta við það sem þetta læra, fólk eitthvað, oh my god, það er svo ömulegt að læra efnafræði en efnafræði kennarinn síðan í Slóvakíu var eitthvað, there's nothing more humiliating than a doctor who doesn't know chemistry og ég var svona, og ég tók það svona til mín, ég bara já, það er samt alveg satt, þú þarf að læra grunnvísindin væntanlega. Sko. Já, það er góðan lækni, sko. Já. Og það er hvað svona, að því þú talar um að þú varst ekki alltaf viss hvað þú vildi gera og kannski fara í læknanámi og svona. Sérðu alveg núna að þú vilti vera læknir, þú veist, annarkvæmt á Íslandi eða eitthvað úti eða? Já, 100%. Já. Shit, það er líka bara svo margt sem er hægt að gera, skilur við. Er þetta ekki líka, þetta ekki 5 ára nám, eitthvað svona þess? Já, 6 ár bara í grunninn. Og svo ferði í svona verk, eða þú veist, kandidat heitir þetta, en þá ertu basically að vinna til þess að já, er ekki bara í spítalegstaður, gætir gert á Íslandi, er alveg pláss hérna? Já. Algjörlega, en þú veist, þú þarft bara að gera kandidatinn ef þú ætlar að vinna á Íslandi, ef þú ætlar að vinna einhvers staðar annars staðar, eins og í Ameríku þarftu að gera eitthvað residency, eins og þau gerir Grey's Anatomy, held ég. Ég held að ég þekki úr því, sko. Já. Mamma alltaf horfði að þeim var yngri með þér, en þannig að þú veist, þetta er alltaf að vera læknir, þetta er ekki lítið mál, þetta er mörg ár og líka bara, þú veist, besta sem við getum gert sérstaklega þegar COVID kemur, við sjáum að við þurfum að lækna. Já, einmitt. Þú díla með COVID-25 eða eitthvað. Jeez, vonandi kemur ekkert fyrir maður. Og maður en, ef þú getur að fara út núna, hvar væri að fara? Hvað væri ferðin sem þú væri til í að plana að væna? Við erum búin að hafa ára COVID, ekki að gera neitt. Já. Við erum bara að fara til Selfossar og Akureyri, that's about it. Oh my god, ég myndi örugglega að fara aftur bara til Kína. Já, ég sakna svo mikið, en ég vilja ætla eitthvað til Ítalíu kannski eitthvað. Og svo kom COVID, bara svo til að fara til Ítalíu með Grikkland eða eitthvað svona. Það er alltaf að tala um Japan, sko, mér finnst Japan svo cool. En fyrir fórst þú til Japan, var það ekki? Nei, ég bara hef rosalega áhuga því bíla, þú veist, sýnið á Japan er bara, þú veist, best ever, þannig ég svona horft að fylla dokumentur sem Japan og þú veist, að tala um royalty í Kína er
ef þú fara fórstakrakka Já. í Japan þá eru bara í svona pingu litlum íbúðum space er the money skilur Það er svo krúllegt. það væri náttúrulega gætur gert það ef myndi klára Slóvakíu og fara til Japan og klára ekki annað þar eða eitthvað Já, það er spurning, ég hef ekki pælt í því sko. Bara, ég veit ekki hvort ég myndi nenn að búa í Íslandi. Nei. Ég er alltaf að lendi, ég er eitthvað svona Ísland, fucking pyrrandi. Er ekki Eins og afgreiðandi. núna áðan, ég var að fara að bóka mér sko COVID-síni að ég bara til að hafa upp á flugvöllunum í Pólandi kostar 14.000. Af hverju kostar það jafn mikið á flugmiða að fara í COVID-síni? Hvað er það? Ég geti hvort þið búið í Ameríku og þú veist, það eru bara miklu styttir í Disneyland. Kostar jafn mikið En að það fara 14 ára skall, ég fór í test fyrir 2 mánuðum þá var bara fríkt er þetta eitthvað svona öðru sinni Ég veit ekki, þú veist, að því þegar ég fór til Íslands þá þurfti ég að borga 9 skall á landamærunum og núna er það greinilega frítt kannski þetta bara þú ert að fara út þá bara eitthvað Já. þú borgar að því hann heldur reglulega, þú veist, hann er bara það fætti Póllands, ok, það varst þú að borga bara vá, hvað er það? Shit, maður, Pólland er í alveg fokki núna sko. Það var Já. svo skrítið að, þú veist, ég og Arna fóru hérna í Auschwitz í Krakow í mars eða eitthvað 5 dögum seinna þá var að loka og vinkonum mín er föstan úti og veist, svaka mikið mál hérna í ríkisstjórn í Pólandi líka, það er alveg scary Já. föstan úti maður Shit. En er þetta ekki svolítið mikið líka að vera út af mótmálunum eins og þú veist, þegar Bandaríkjum var á mótmála í sumar þá allt í einu kom önnur bylgja sem var alveg fyrirsjónlegt og síðan núna voru Pólverjar að mótmála og þá kom bylgja í Pólandi og núna eru rússar að fullt af mótmála fólk er að koma saman, það getur ekki verið það gott fyrir þetta Nei, COVID einmitt. en Stór hættulegt en stundum þarf maður bara að gera það var mjög fríki að bara þú veist, hugsa tilbaka í mars, vorum í Auschwitz hana svona 10.000 manns allt kramið saman þú veist, í hana sem hittist hana Já, í rútu með 50 manns svona þú veist, ég er ekki búin að fara í flug í ár og hún alltaf búin að komstu heim hérna bara þegar COVID byrja og ertu búin að vera heima bara nei, ég sko kom heim út af því að það var við vissum ekkert, við fórum bara í panik þannig að það var lockdown í Slóvakíu og við varum bara, hvað fucking við að gera það var alveg hringi sendir að eitthvað og það er náttúrulega búið að loka búið að stoppa öll flug í Pólandi búið að loka landamærunum í hérna Ungverjalandi sem fyrir neðan þú veist og svo ætlum við að fara til Vínar og vorum á leiðinni til Vín og þá var bara eitthvað cancela fluginu og við bara, oh my god, hvað hefur við gera, við erum föst Fuck, þetta er svolítið paniki Já, og síðan var bara eitthvað, við náðum að redda einhverju bráðabirða frá hérna shoutout á þennan sendiherra sem hann náði að græja eitthvað Já, shoutout á þig það var ekki Þór Ibsen eða eitthvað og hann náði að græja eitthvað svona þannig að við máttum fara yfir landamærin þó þau verið lokuð í Ungarlandi til þess að ná einhverju flugi og við bara öll eitthvað keyptum flug með og svo bara allir út rútan kemur eftir 20 mínútur að sækja ykkur Shit. en málið var Já. að rútubýrstur eru með ekki keyra yfir landamærin þannig að við pöntum 2 rútur eina til að keyra að landamærinum og eina til að keyra Var frá hermaður að gera landamærinum. því eða bara sko það var hermennir við landamærin Já. og þeir þurftu að mæla okkur hitan og við þurftum að labba yfir landamærin Jesus, eftir ekki að pæla Þetta var bara svo hvað mikið ef eitthvað vesen. fokast upp núna já, Já, einmitt og greiði sko nágrannakona mín eitthvað var með lítið barn og hún var að labba yfir og já greiði barnið maður Wow, Mike. svo Þú lendir í svona actual eitthvað stórt þegar COVID byrjaði Ég mér var bara leiði eins og heima þetta var hasarmynd ég var bara, Já. þetta er svo spennandi og núna er ég bara, þetta er orðið þreytt Já, mjög þreytt ég nenni þessu ekki Nei. lengur oh. Endalis samkomum bann og breyta öllu og svona og hvað gerði ég svo? Ég fór bara aftur út í ágúst, ég alveg, þetta er frábært og svo komstu kom heim í lockdown mars þá, aftur ekki? Sæll jú Og ég Var og skóli í vinur minn- ágúst eða? Já, það var skóli í eina viku sem er bara geggjað Já, þannig að við fengum eina viku að verklega fæi og svo bara, we're online again great geggjað. Great maður, þannig að bara breyta allir geðvitt ánægð með það Varstu í skóla þá, þú veist, í Slóvakíu nema þú varst bara í Íslandi bara Já. alltaf niðurni Damn en ég ætlaði samt, ég var út í Slóvakíu í online námi út af að við vorum að taka eitthvað sem heitir krupningavika sem er bara basically í heila viku ertu bara í anatómíu og þú ert bara að læra og þú tekur svona opening test til þess að mega taka þátt í því og síðan tekur closing test í lokin og þú verður að ná 60% og það er bara svona, núna ætlum við að læra taka eina viku til að læra allt um höfuð og háls go og svo bara læra mér eins mikið að maður getur tekur þetta próf Alveg svona Dr. Cramming bara já, þetta var bara ógislega Það voru því alveg?
Já Story bad. Já, og svo náði ég því og þá var ég bara svona, ok, tími til að fara heim. Já, shit maður, þetta voru að rugl klikku síðust ár hjá þeir, Kína og Slovaki og alltaf COVID shit maður. Ég get ekki slakað á, ég veit ekki hver aður mér, sko. Hvað sér þið svona, að því við erum að fara að enda þetta eftir smá, hvað sér þið svona, hvað langar að gera með þetta allt, skilur, þú veist, langar að kannski fara svo eitthvað annað eftir lækninámi? Já, mér langar að vera geimfari. Það er líka bara, þú veist, gerum það bara. Ég heyrði að Elon Musk, hann ætlar að fara til tungls, nei, hvert, Mars. Ekstra hann að það búið að fara til tungsins, já. Og ég ætla að spyrja hann, ég ætla að senda hann um e-mail hvort ég megi koma líka. Það vantar örugglega lækna á Mars. Örugglega, sko. Sérstaklega, þú veist, frá Íslandi. Já, og Villi kann að smíða eitthvað. Villi góður að gítar, hann getur... Já, og Villi getur verið í hljómsveitinni. Akkurat. Elon er að hlusta á okkur, eða Jesus. Elon Musk, this is a request, formal request. Þannig að Dani er eitthvað sem vilt plugga, ég sett það í byrjun en... Plugga, allir að followa mig á Instagram. Ég er alltaf að posta skemmtilegu og finnu á story og feed. Hvað heitir á Instagram? Dagný Halla A, 2 ælogin. Og ég er að fara að byrja nýjan þátt sem heitir Heima með Dagníu, þar sem ég syng alltaf og ég ætla að syngja óskalög. Ég sá eins og þið ger, fínt sko. Já. Þannig þetta er solid og allir að followa. Allir að followa. Það er bara takk fyrir að koma og bara að taka hérna.